Þetta er verkefni 10 á blaðsíðu F16. Ég ætla að fara í seinni liðinn á blaðsíðu 3. Þegar þið eru með kennitölur þá klippist núllið framan af þegar þið skrifið inn tölurnar. Ég er búin að móta hólfin með því að fara hérna í number og útlitið sem ég vel eru í custom og það eru hérna 6-0, strik og 4-0. Ég set svæðið í blokk og vel þetta útlit og þá kemur núllið hér fyrir framann. Það sést hins vegar ekki hér af því að núllið hefur enga merkingu. En við viljum, þetta er auðveldar að lesa út úr kennitölunni svona. Síðan skrifið við inn fæðingardaginn og ég skrifaði 1. júní 2008 og fékk þetta útlit og sama gerði ég hér. Til að setja útlit á þetta svæði setjið það hér í blokk, farið í number og farið í date og þið veljið hér úr listanum þetta útlit hérna. Þá fáið þið þetta á þessu formi hér. Veljið sem sagt þetta hér. Og ef ég segi OK, þá fæ ég fæðingardaginn eins og ég vil hafa hann. Nú ætlum við að reikna út hvað þessi einstaklingur hefur lifað í marga daga. Þannig að við setjum inn fall sem heitir today. Þannig að við getum sagt hérna sama sem opna sviga og loka sviga. Ef við ýtum á enter þá fáum við daginn í dag, en við ætlum að draga frá fæðingardaginn hérna. Þannig að þá fáum við út hvað hann hefur lifað í marga daga og við ýtum á control og enter og við afritum formúluna niður. Þið fáið ekki sömu tölur og í bókinni af því að það var unnið á, ekki semst unnið í dag, þannig að þetta eru tölurnar eins og þær eru núna. Og við ætlum að setja talna útlit, þá förum við hérna í custom og við ætlum að fara í number og custom. Við veljum þetta útlit hér, förum í ýtum á orðabil, shift og 2 og daga og shift og 2. Þannig að þá fáið þið talna útlitið svona og þúsundapunktar er hægt að gera þá svona. Við gerum það hérna í number og hökum við use þúsunda separator, en þegar við ætlum að blanda saman tölum og texta þá verðum við að setja þúsundapunktana á svona. Ef þið smellið hérna á OK, þá sjáum við hvað þessi einstaklingur hefur lifað í marga daga og við vistum